Í þessu dæmi gefnar upp 4 jöfnur fyrir 4 línur og við eigum að teikna þær. Nú, ég ætla að byrja á því að teikna þessa hér og gera það með svörtum lit. Nú, við sjáum á fastanum að skurðpunkturinn við y-ás 3. Þannig að ég ætla að merkja punkt hér og við sjáum jafnframt að hallatalan 4, það er talan sem er fyrir framan x-ið, sem þýðir það að ef við færum bendilinn 1 til hægri og 4 upp, þá lendum við hér. Og ég ætla því að teikna punkt hérna. Og svo reynum við að koma sómasamlega frá því að teikna bara línu hérna á milli. Sem er eitthvað á þessa leið. Ok. Nú í B-liðnum þá eigum við að teikna þessa jöfnu hérna. Hallatalan er -0,5 en skurðpunktur við y-ás í 0,-2. Við sjáum því að línan fer hér í gegn, hér í 0,-2. Nú það er nú kannski ekki voðalega þægilegt að fara hálfan niður, en þess í stað þá getum við farið 2 til hægri. Það er hérna 2 til hægri og 1 niður. Við setjum þess að punkt hér. Nú svo förum við aftur 2 til hægri og 1 niður, svo það kemur punktur hér. Hérna. Og við reynum að sleppa svona sómasamlega frá því að teikna línu hér í gegnum punktana. Hún myndi verða þá eitthvað á þessa leið. Svona. Nú í C-liðnum á y að vera 3, alveg óháð hvað x-ið er. Þannig að við förum einfaldlega hér þar sem y er 3, teiknum nokkra punkta á mismunandi stöðum og jafnan verður einfaldlega bara lárétt lína. Svona. Nú í D-liðnum þá á x-ið að vera -4, alveg óháð hvað y er. Þannig að við teljum bara hérna 1, 2, 3, -4, svona. X-ið á bara að vera -4 og svo regla á bara að vera gegnum gangandi. Þannig að við fáum þennan lóðrétta línu. Svona. Þá er þessu skemmtilega prófi lokið og ég ætla að vona að við höfum fengið 10 í því.